Eru útsendingartæki í byrjað? Jú. Góðan dag. Í dag er þriðjudagurinn 4. febrúar árið 2025 og hér með er settur fundur í bæjarstjórn Unga fólksins á Akranesi. Þetta er 23. bæjarstjórnarfundur Unga fólksins sem haldinn er á Akranesi og að þessu sinni eru mættir til fundar eftirtalin. Það eru Eydís Glóð Guðlaugs Drífudóttir, Arndís Elva Pálsdóttir, Sandra Björk Freysdóttir, Sara Dís Óskarsdóttir, Sigurður Brynjarsson, Eva Júlíana Bjarnadóttir, Gunnar Heimir Ragnarsson. Þessi ofantalin eru öll fulltrúar ungmennaráðs á bæjarstjórnarfundi Unga fólksins. Þar að auki eru mættir fundar eftirtaldir bæjarfulltrúar. Það eru Kristinn Hallur Sveinsson, Jónína Margrét Sigmundsdóttir, Guðmundur Ingþór Guðjónsson, Líf Lárusdóttir, Ragnar B. Sæmundsson, Líf Ósir Skarstad, Sædís Alexía Sigurmundsdóttir, sjálfur heiti ég Valgarður Lyngdal Jónsson og er bæjarfulltrúi og gegni embætti forseta bæjarstjórnar. Þá sit ég einnig fundinn þau Haraldur Benediktsson, bæjarstjóri og Dagný Hauksdóttir, sviðsstjóri á skóla- og frístundasviði og Dagný sér ritin fundargerðar. Áður en að við byrjum að þá ætla ég svona að fara yfir skipulag fundarins, en það er sem sagt í stuttu máli þannig að það eru 7 mál á dagskrá fundarins. Við tökum þau til dagskrár eitt af öðru, þannig að hér koma upp frummælendur, flytja sínar framsögur, sem sagt fulltrúar ungmennaráðs á fundinum. Að framsögum frummælenda loknum þá tökum við öll málin til umræðu í einu, eftir að við höfum fengið að heyra 7 framsöguræður. Og við bara göngum til dagskrár. Fyrsta mál á fundinum hefur málsnúmer 2502-010, líkamsræktarstöð, og það er Sigurður Brynjarsson sem að flytja framsögu í þessu máli. Sigurður, gjörðu svo vel. Forseti bæjarstjórnar, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og góðu gestir. Ég heiti Sigurður Brynjarsson og er í ungmennaráði Akraness. Ég vil byrja á því að hrósa ykkur fyrir velgengni á að reisa nýja íþróttahúsið á Jaðarsbökkum og það verður gaman að fá stunda sínar íþróttir og líkamsrækt þar. Og vonandi verður byggingin tilbúin sem fyrst, því ég veit að bíða margir spenntir. En það eru hlutir hér á Akranesi sem hægt að breyta og bæta. Í nóvember var haldið barnaþing með krökkum úr 5., 7., 7., 8., 9. og 10. bekk hvað væri hægt að gera á Akranesi. Og ég ætla að tala aðeins íþróttamannvirki á Akranesi. Það fyrsta sem ég vil tala er ræktin á Akranesi. Ræktin var mikið rædd á barnaþinginu og mér finnst krakkar alltaf vera duglegri og duglegri að fara í ræktina á Akranesi. Og maður hefur heyrt svo oft að þeir eru stærri og betri rækt á Akranesi. Nýlega setti einhver inn á Ég er íbúi á Akranesi með myndum af Þreksal Hraunmannahrepps á Flúðum og hvernig hún var sambærileg ef ekki betri en ræktin hérna á Akranesi. Þótt að íbúafjöldi okkar er margfalt stærri. Og maður sjálfur hefur oft mætt í ræktina
og það stappað og maður endar bara með að geta varla gert eitthvað. Og það ekki nógu gott, því að mörgum finnst mjög gaman að fara í ræktina og það ætti að vera nógu mikið pláss til að allir geti gert það. Og það væri mjög skemmtilegt að sjá stærri rækt á Akranesi, svo allir geti unnið að sinni líkamsrækt í góðri aðstæður. Eitt af því sem margir krakkar lögðu líka mestu áherslu á var með hitann í höllinni. Þeim fannst vera oft of kalt inn í höllinni til þess að langa að fara í fótbolta eða á æfingu. Þetta mál ekkert nýtt og hafa krakkar verið að kvarta undan þessu síðan ég man eftir mér. Akranes mikill fótboltabær og hjá mörgum krökkum á Akranesi snýst lífið fótbolta. Ég held að myndi mörgum finnast það geggjað ef höllin væri aðeins heitari og bara hita hana smá eitthvað, því maður vill heldur ekki hafa hana of heita. En ég líka með nýja íþróttahúsi mun einhver hiti koma með henni inn í höllina eða myndi þurfa að gera eitthvað mikið til að fá hita í hana. Þetta voru þessi tveir hlutir sem ég ætlaði að leggja mest áherslu á og ég held að þetta sé eitthvað sem myndi 100% gera fullt af krökkum gleði. Og með því enda ég erindið mitt. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir, Sigurður, fyrir þetta erindi og þá förum við í annan fundarlið, málsnúmer 2502-011, öryggi barna. Og það Sara Dís Óskarsdóttir sem að flytur framsögu í því máli. Svo vel. Forseti bæjarstjórnar, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og ágætu gestir. Ég heiti Sara Dís Óskarsdóttir. Ég nemandi við Fjölbrautaskóla Vesturlands á Akranesi og mun hér tala öryggi barna sem eitt mikilvægasta málefni sem við sem samfélag getum tekið undir. Börn eru framtíð okkar og þau eru á vegi uppbyggingar og menntunar og það okkar sameiginlega ábyrgð að tryggja að þau vaxi upp í öruggum og stuðningsríkum umhverfi. Akranes samfélag þar sem við stöndum öll saman. Við viljum skapa bæ sem bæði fallegur og öruggur, þar sem fjölskyldur geta blómstrað, þar sem börn geta leikið sér og lært og vaxið í tryggu umhverfi. Til að ná því markmið mikilvægt að við setjum öryggi barna okkar í fyrsta sæti, bæði í daglegu lífi þeirra og í öllu þeim ákvörðunum sem við tökum. Við vitum öll að öryggi barna okkar fer langt út fyrir einfaldar öryggisráðstafanir í skólum og leikskólum. Það snýr líka að því hvernig við byggjum umhverfið þeirra, hvernig getum við tryggt að götur og bílastæði séu örugg, hvernig getum við stuðlað að því að börn geti leikið sér úti á öruggum hátt í umhverfi sem bæði skemmtilegt og varansamt. Einnig mikilvægt að við séum meðvituð þá tækni sem börn okkar hafa aðgang að. Í dag lifum við í samfélagi sem óaðskiljanlegt frá internettengingu og börn hafa aðgang að upplýsingum sem geta verið bæði dýrmætar og hættulegar. Við þurfum að tryggja að foreldrar og kennarar hafa tól og þekkingu til að leiðbeina börnum í rétta átt og bregðast við hættum sem geta leynst á netinu. Á sama tíma ættum við að hugsa þætti eins og andlega heilsu og stuðning við börn sem mögulega að takast á við áskoranir. Það mikilvægt að við sem samfélag sköpum stuðningskerfi þar sem hver og einn getur fundið hjálp og viðurkenningu. Í þessu samhengi vil ég leggja til að við gerum átak í að bæta upplýsingar og menntunarstarf öryggi barna á öllum sviðum, hvort sem það snýr að interneti, tækni, ofbeldi eða einfaldlega hvernig við sem bæjarfélag getum orðið ábyrgari þegar kemur að umhverfi þeirra.
Við þurfum að tryggja að allt starfsfólk í leik- og grunnskólum sé vel menntað og hefur aðgang að þeim úrræðum sem þarf til að bregðast við öllum þeim hættum sem geta komið upp. Á Akranesi höfum við þegar mikið af frábæru starfsfólki, bæði í skólum og í félagsþjónustu, sem reiðubúin að leggja sig fram við að skapa öruggt umhverfi fyrir börn. Við verðum að halda áfram að styrkja þetta starf, auka fræðslu og gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja að öryggi barna okkar sé alltaf á okkar forgangslista. Við höfum alla burði til að verða fyrirmynda bæjarfélag þegar kemur að öryggi barna. Við erum samfélag sem byggir á samvinnu og við vitum að það er ekki nóg að segja að við viljum öryggi. Við þurfum að sýna það í verki. Í lok vil ég hvetja okkur öll til að halda áfram að vinna saman, ekki bara fyrir börnin okkar, heldur með þeim. Þegar við byggjum öruggt og stuðningsfullt samfélag fyrir börnin okkar, byggjum við líka sterkara og betra samfélag fyrir okkur öll. Takk. Takk kærlega Sardís fyrir þína framsögu. Við förum í þriðja fundarlið, málsnúmer 2502-012, leiktæki fyrir alla, og það er Gunnar Heimir Ragnarsson sem flytur framsöguræðu í þessu máli. Gjörðu vel. Forseti bæjarstjórnar, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og góðir gestir. Ég heiti Gunnar Heimir Ragnarsson og er í Ungmennafélagi Akraness. Umræðuefni mitt hér í dag eru leikvellir og skólalóðir. Ég ætla að byrja með að hrósa ykkur fyrir það sem vel hefur verið gert undanfarin ár. Og má þar sérstaklega nefna glæsilegan leikvöll við leikskólann Garðasel. Ég vil líka hrósa fyrir það að Mikkahóll var loks stækkaður og nýtist nú enn betur sem sleðabrekka fyrir unga sem aldna. Margt áhugavert hefur verið rætt á barnaþingi og í Arnarholtsráði undanfarna mánuði. Umræðan hefur verið skemmtileg og gefandi ýmis málefni og augljóst að margir hafa skoðun á umhverfi okkar hér á Akranesi. Barnaþingið gaf af sér margar frábærar hugmyndir sem snúa að leikvöllum úr skólalóðum bæjarins og mun ég fara yfir nokkrar þeirra hér í dag. Ef við byrjum að minnstu, þá hefur hjólastólarólan sem var sett upp á lóð Garðasels opnað augu okkar fyrir því hversu mikil þörf var á leiktæki sem öll geta nýtt sér, óháð hreyfigetu. Við leggjum því til að fleiri slíkar rólur verði settar upp í bænum. Það var mikil samstaða það á barnaþingi að hoppubelgjum bæjarins væri ekki nógu vel viðhaldnir og að þeim mætti fjölga. Allt árið kring eru hoppubelgjunir samkomustaður krakka bæjarins. Þegar belgjunir eru ekki í lagi, þá missum við þetta tæki sem gerir okkur kleift að hittast og hreyfa okkur saman. Bætt eftirlit og betra viðhald með belgjunum væri óskandi. Skógræktin hefur mikið verið rædd og þau tækifæri sem þar leynast. Væri ekki gott að hafa hoppubelg þar? Tennisvöllur myndi fá börn sem fullorðna í skógræktina í heilsusamlegan leik. Við höfum oft talað að það væri gaman að hafa svæði fyrir hjólabretti, hlaupahjól og hjól. Skógræktin væri frábær staður fyrir það. Við vorum sammála það að skógræktin geti verið sá staður í bænum sem fjölskyldur og vinir ættu að sækja meira í og með þessum viðbótum getum við gert það að veruleika. Skautasvöll.
Það var reynt fyrir fáeinum árum að setja upp skautasvell við grundaskóla. Við myndum vilja að bæjaryfirvöld velji stað fyrir skautasvell sem síðan yrði sett upp á hverju ári og því vel viðhaldið. Með því væri hægt að gera það að vetrarhefð á Akranesi að skautasvellið okkar eigi sinn stað og tíma á hverju ári. Að fara á skauta er heilsubót fyrir fólk á öllum aldri. Að lokum langar mig að nefna nokkur atriði varðandi grunnskólalóðirnar okkar. Eins og þið sjáið snúa flesta tillögur okkar að því að krakkar fái fleiri og fjölbreyttari tækifæri til þess að hreyfa sig og hittast. Það sama á við skólalóðirnar okkar. Skólahreistisbraut fyrir utan báða skóla væri viðbót sem býr til góða aðstöðu fyrir krakka sem vilja taka þátt fyrir hönd skólanna í skólahreysti. Slík braut myndi nýtast til dæmis við íþróttakennslu eða fyrir skemmtilega keppnir í frímínútum. Sparkvöllirnir fyrir utan báða skólana eru gríðarlega vinsælir og í mikilli notkun hvern einasta dag. Það væri mjög gott ef sett yrði net í kringum vellina, en sú lausn þekkist víða í öðrum bæjarfélögum. Það myndi auka öryggi þar sem ekki þyrfti lengur að sækja boltann út fyrir vellina og jafnvel út á götu. Síðasta tillaga okkar í dag sem snýr að leikvöllum og skólalóðum bæjarins er gömul og góð hugmynd sem við myndum vilja endurvekja. Hér áður fyrr var málið sól á stað á skólalóðinni þar sem krakkar gátu leitað ef þau höfðu engan til að leika við. Sólin þjónar mikilvægum tilgangi, sérstaklega fyrir börn sem vantar leikfélaga og geta með hjálp sólarinnar fundið hvort annað. Við trúum því að ef sólin rís aftur, þá muni mörgum líða betur í skólanum. Ef þessar hugmyndir okkar verða að veruleika, erum við sannfærðir það að Akranes verði enn betri bær sem hefur skemmtilega leikvelli og fjölbreytta hluti þar sem allir geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Fjölskyldur og vinir myndu eyða meiri tíma saman á svæðum bæjarins og hreyfa sig meira í leiðinni. Takk fyrir mig. Kærar þakkir, Gunnar Heimir, fyrir þessa fínu ræðu. Fjórða mál á dagskrá málsnúmer 2502-013 og titilinn Samráð nám. Og það er Eva Júlíana Bjarnadóttir sem að flytur framsöguræðu í þessu máli. Gjörðu svo vel. Forseti bæjarstjórnar, bæjarfulltrúar, bæjarstjórar og ágætu gestir. Ég heiti Eva Júlíana Bjarnadóttir, ég er í ungmennaráði Akranes og ég ætla að tala líðan barna og ungmenna í skólum á Akranesi. Það er okkur öllum mikilvægt að börnum líði vel í skólanum. Sem betur fer þá upplifa mörg börn skólann sem öruggan og skemmtilegan stað, en því miður er það ekki raunin fyrir öll. Sum börn finna sig ekki örugg, geta ekki slakað á og eru hrædd að vera niðurlægð, baktöluð eða útilokuð. Einnig eru börn sem eiga fáa eða enga vini. Þau upplifa einmanaleika og eru kvíðin fyrir samskiptum við aðrar. Andlegt ofbeldi, hatursorða, baktal hafa raunverulegar afleiðingar. Að auki eru nemendur sem eru stressuð vegna námsins. Sumum finnst erfitt að mæta vegna þess að þeir finna sig ekki í náminu eða telja sig ekki standa sig nógu vel. Er það ásættanlegt að börnum óttist að fara í skólann sinn? Þurfum við ekki að tryggja að öll börn upplifi sig örugg og virt í skólanum? Ef börn mæta ekki í skólann, þá hefur það áhrif á framtíð þeirra. Þau læra ekki nóg, eiga erfiðara með að velja sig framhaldsskóla og missa tengsl við félaga sína. Það er mikilvægt að tryggja félagslega virkni og að nemendur finni tilgang með náminu. Ef börn sjá ekki tilgang með námi, þá minnkar áhuginn, þau læra minna og þeim líður verr.
Börn og ungmenni hafa oft talað þörf fyrir betri aðgang að sálfræðingum og öðrum til að tala við, sem mjög mikilvægt. En af hverju þarf að ganga svo langt? Ættum við ekki frekar að finna orsök vanlíðunar og breyta því áður en börn þurfa á sálfræðilega aðstoð að halda? Skólarnir á Akranesi hafa verið duglegir að setja upp leikrit. Söngleikurinn Diskóeyjan og leikritin í Grundaskóla eins og Vítahringur eru frábær dæmi hvernig skapandi starf getur haft jákvæð áhrif á nemendur. Margir finna aftur gleðina við að mæta í skólann og öðluðust sjálfstraust gegnum leiklistina. Þeir sem höfðu ekki trú á eigin hæfileikum í bóklegu námi uppgötvuðu að þeir voru hæfileikaríkir á öðrum sviðum. Slík verkefni sýna okkur að mikilvægi þess að kennslan sé fjölbreytt og hvetjandi. Við viljum sjá fleiri skapandi og skemmtilegri leiðir í námi sem hjálpar börnum að finna styrkleika sína. Einnig viljum við leggja áherslu á að nemendur fái meira að segja til hvernig þeim finnst best að læra. Kennarar þurfa að átta sig á því að nemendur eru ólíkir með mismunandi þarfir. Sumir læra hraðar, aðrir hægar, sumir glíma við ADHD eða aðrar áskoranir. Og það þarf að taka mið á því. Það er mikilvægt að nemendur hafi rödd í skipulagi kennslunnar og fá að læra á þann hátt sem hentar þeim best. Ég vil hrósa Akranes og skólanum okkar fyrir að leggja miklu áherslu á að hlusta á börn og ungmenni og bregðast við hugmyndum okkar. Til dæmis með því að vera barnvænt sveitarfélag, hafa ungmennaráð, halda barnaþing og auka nemendalýðræði. Og þess vegna held ég að tillaga mín gæti virkað. Tillaga mín sem fulltrúinn ungmennaráðs er þessi. Bekkjarþing verða haldin í öllum bekkinum þar sem nemendur geta komið skoðunum sínum á framfæri. Áhersla þingjana verða að finna leiðir til að bæta námið, kennslaaðferðir og námsumhverfi. Ungmennaráð mun taka virkan þátt í að skipuleggja bekkjarþingin og tryggja að allir hafi leið til að segja sína skoðun. Til dæmis að þau sem þora ekki að tala geta skrifað hugmyndir sína niður. Nemendur geta boðið sig fram til þess að vera talsmenn fyrir bekki sinn. Talsmenn ræða hugmyndir nemenda við kennara og finna lausnir saman. Einnig fara þeir með helstu niðurstöður á fund með sviðsstjórn mennta- og menningarsviðs. Þannig tryggjum við að raddir nemenda skili sér alla leið til þeirra sem taka ákvarðanir. Það er mikilvægt að sviðið hjálpar kennurum að framkvæma lausnirnar. Við hvetjum bæjarstjórn til að styðja þessa tillögu og tryggja að unnið verði markvisst að því að bæta líðan og námsaðstæður barna í grunnskólum á Akranesi. Skólinn á að vera staður þar sem börn finna öryggi, tilheyra samfélaginu og fá tækifæri til að blómstra. Með því að hlusta á börnin sjálf og vinna með þeim getum við skapað betri framtíð fyrir alla nemendur. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir, Eva Júlíana, þessa ræðu. Og við höldum áfram dagskrá fyrir 5. fundarlið, málsnúmer 25.02.014, íþróttir og tómstundir. Og það er Arndís Elva Pálsdóttir sem flytur framsögu í þessu máli. Gjörðu svo vel. Forseti bæjarstjórnar, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og góðir gestir. Ég heiti Arndís Elva Pálsdóttir og er umsjónarráða Akranes. Í dag ætla ég að ræða íþróttir og tómstundastarfið á Akranesi. Ég vil byrja á því að hrósa ykkur fyrir frábæra tónleikaaðstöðu á Vesturgötunni og líka fyrir að vera svona fljót í að laga íþróttahúsið. Íþróttir og tómstundir eru gríðarlega mikilvægar fyrir samfélagið okkar. Þær stuðla betri líkamlegri og andlegri heilsu, styrkja félagsleg tengsl og skapa jákvæða og uppbyggilega aðþrengingu fyrir alla aldurshópa. Akranes hefur lengi verið þekkt fyrir sterka íþrótta- og tómstundamenningu, en það samt margt sem má bæta. Fyrst og fremst þarf Akraneskaupstaður að bjóða upp á fleiri möguleika í íþróttum og tómstundum.
Þrátt fyrir að við eigum öflugt íþróttafélag og gott úrval af hefðbundnum íþróttagreinum eins og fótbolta og sundi, þá vantar fjölbreyttari valkosti fyrir börn og ungmenni sem deila ekki þeim áhugamálum. Akraneskaupstaður þarf að skapa rými fyrir nýjar íþróttagreinar, tómstundir og listnám. Það er mikið rætt á barnaþinginu að börn og ungmenni vilja sér hlusta á þau og að sé boðið upp á íþróttir og tómstundir líkt og dans, skylmingar, leiklistarnámskeið, forritunarnámskeið og aðrar afþreyingar sem höfða til breiðari hóps. Að auki þarf Akraneskaupstaður að gera betur í að auglýsa þær tómstundir sem eru í boði. Margir vita ekki einfaldlega af þeim viðburðum og námskeiðum sem eru í gangi. Með öflugri upplýsingamiðlum, bæði gegnum samfélagsmiðla, vefsíðu bæjarins og jafnvel auglýsingar í skólum og íþróttahúsum, getur fleiri tekið þátt í því sem er þegar til staðar. Nú í ár stendur 18 ára ungmennum til boða árskort í þrek og sund í íþróttamannvirkjum Akraness 5.000 lausu. Ég vil ekki til að frístundastyrknum sé breytt þannig að ungmennum frá 18 til 20 ára getur engin valmöguleikann að velja hvort þau vilja frekar nýta frístundastyrkinn í 3 ár í viðbót til að halda áfram í þeirri íþrótt eða tómstund sem þau hafa verið í, eða að þau fái árskortið í þrek og sund í Akraneskaupstað. Það er ekki miklu breytingar sem þarf að gera til að hrinda slíku framkvæmd í verk. Helst þarf að bæta upplýsingamiðlun Akraneskaupstaðar til foreldra svo þau eigi auðveldara með að finna þær æfingar og námskeið sem Akranes hefur upp á að bjóða. Bjóða þau upp á fleiri námskeið og íþróttir sem höfða til fjölbreyttari hóps barna og ungmenna, gefa ungmennum val af frístundastyrk eða áskort í íþróttamannvirkjum. Íþróttamannvirkjum Akraness til 20 ára aldurs. Við viljum öflugt samfélag þar sem allir finna eitthvað við sitt hæfi. Með fjölbreyttari tómstundum og betri kynningu getur gert Akranesi enn betri fyrir alla íbúa. Takk fyrir mig. Takk fyrir þessa ræðu, Arndís Elva. Og við förum í 7. fundalið. Málsnúmer 2502-015 hefur titilinn Ofbeldisforvarnir og það er Sandra Björk Freysdóttir sem að flytja fram söguræðu í þetta máli. Sandra Björk, svo allt. Forseti bæjarstjórnar, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir gestir. Ég heiti Sandra Björk Freysdóttir. Ég er nemandi við Fjölbrautaskóla Vesturlands og það sem ég ætla að tala í dag eru eineltis- og ofbeldismál á Akranesi og hversu mikilvæg fræðsla er fyrir foreldra. Mér langar að taka smá stund til að hrósa félagsmiðstöðinni hér á Akranesi fyrir frábært starf. Félagsmiðstöðin er ekki bara staður þar sem unglingar geta komið saman. Hún er öruggt skjól, staður fyrir vináttu, stuðningur og skemmtileg tækifæri. Hér fær ungt fólk að vera það sjálf, kynnast nýjum vinum og taka þátt í fjölbreyttum viðburðum og sem gera lífið skemmtilegra. Starfsfólki hér er æðislegt. Þau eru alltaf til staðar, hlusta, styðja og hvetja okkur áfram. Það eru þau sem gera umhverfið þar sem öllum líður vel og allir finna fyrir stuðning. Það er ekki sjálfgefið að eiga svo flotta félagsmiðstöð og við erum mjög þakklát fyrir hana. Á barnaþingi kom það fram að börnum finnist eineltisforvarnir í skólum ekki nógu góðar og vilja meira samráð milli skóla og foreldra ofbeldis- og eineltismál. Eineltismál á Akranesi eru á réttri leið en það er ennþá langt í land. Í dag stendur samfélag okkar frammi fyrir vandamálum sem hafa áhrif bæði á börn og fullorðna, ofbeldi og einelti. Ofbeldi og einelti hafa alvarleg áhrif á líðan og framtíð einstaklinga. Þeir verða fyrir slíku geta þróað með sér kvíða, þunglyndi og jafnvel átt í erfiðleikum með að taka þátt í samfélaginu okkar. Einelti getur átt sér stað í skólum, á vinnustöðum, á netinu og jafnvel innan fjölskyldna. Í bæjarfélaginu okkar hefur verið gripið til ákveðinna aðgerða til að takast á við einelti og ofbeldi, en það er alltaf hægt að gera betur. Við þurfum að tryggja að öll börn og fullorðnir hafi öruggt umhverfi þar sem við finna fyrir virðingu og stuðning. Einn besta leiðin til að ná því markmiði er að efla fræðslu og viðhorfsvakningu afleiðingar ofbeldis og eineltis. Skólar og vinnustæðir ættu að bjóða upp á reglulegar fræðslustundir þar sem einstaklingar fái skýrar upplýsingar hvernig hægt er að koma í veg fyrir slíkt hegðunarmynstur og hvernig á bregðast við þegar það á sér stað. Svo er það mikilvæg fræðslu til foreldra.
Börn læra af umhverfi sínu og því mikilvægt að foreldrar séu meðvitaðir hvernig þeir geta kennt börnum sínum jákvæð samskipti, samkvæmd og virðingu. Foreldrar þurfa að þekkja merki einelti, bæði hjá þolendum og gerendum og vita hvernig best sé að bregðast við. Það er mikilvægt að foreldrar taki virkan þátt í lífi barna sinna og hafi regluleg samtöl líðan þeirra, skólagöngu og samskipti við jafnaldra. Fræðsla ábyrgð á netinu er einnig lykilatriði, þar sem stígur oft fram á samfélagsmiðlum. Með því að vera upplýstir og vakandi geta foreldrar gripið inn í og veitt stuðning þegar þörf er á. Eins geggjuð og félagsmiðstöðin okkar þá eru oftast bara félagslegir sterku krakkarnir sem mæta. Það mætti finna leiðir til að laða að stærri hópa af krökkum, með til dæmis fjölbreyttu klúbbastarfi. Það mætti einnig kynna félagsmiðstöðina betur fyrir krökkunum. Starf eins og þetta þarf alltaf stanslausa endurnýjun á búnaði, þar sem mikill fjöldi krakka og unglinga mæta í hverju viku. Til þess þarf aukið fjármagn fyrir félagsmiðstöðina. Brekkubæjarskóli leiðir vinalega verkefni frá Árskóla. Það datt niður vegna kostnaðar. Það vantar líka fleiri fræðslur á haustfundum í skólum fyrir foreldra. Ég legg til að skólarnir séu styrktir til þess að þeir geti gert eitthvað í eineltis- og ofbeldismálum og þurfi ekki að hafa áhyggjur af peningum sem fara í það. Takk fyrir mig. Takk fyrir þessa ræðu, Sandra Björk, og við förum þá í síðasta fundalið, 7. fundaliður, málsnúmer 25.02.024, aðstæður til sundiðkunar. Það Eydís Guðlaugs Drífudóttir sem kemur og flytur framsögu í þessu máli. Gjörðu svo vel, Eydís. Forseti bæjarstjórnar, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og ágætu gestir. Ég heiti Eydís Guðlaugs Drífudóttir og ætla ég að tala sund í unglingadeildum grunnskólanna og sundaðstæður bæjarins. Sundkennsla nauðsynleg og mikilvægt að allir séu vel syndir. En ungmenni á aldrinum 13 til 15 ára hafa lýst óánægju sinni varðandi sundskyldu nú í nokkur ár. Og það skiljanlegt, þar sem á þessum aldri fara flest ungmenni á kynþroska og getur það verið viðkvæmur og erfiður tími. Óskir að sundskylda á unglingastigi hætti hefur komið upp á öllum barnaþingum sem ég hef tekið þátt í og ekki eingöngu barnaþingum hér á Akranesi, heldur líka á Vesturlandi og viðburðum Ungmennafélags Íslands. Ég hef verið viðstödd þegar meðlimir ungmennaráða hafa tekið upp þessa umræðu við pólitíkusa og þá sem geta haft áhrif og breytingu á skipulag námsins og oft koma upp svipuð svör sem benda til þess að fólk ekki hlynnt því að sundkennsla hætti á unglingastigi og ég sammála því. Það ekki hægt að fullyrða að allir nemendur sem á 13. ári séu fullsyndir. Þess vegna legg ég til að tekið sé upp stöðupróf. Krakkar sem fara í 8. bekk hafa það val að taka stöðupróf og ef því náð þeim ekki skylt að mæta í skólasund. Einnig sanngjarnt að stöðupróf gilda einungis í 1 skólaár. Sem sagt, þegar nemendur fara upp bekk skylda þau endurnýja prófið eða taki þátt í skólasundi þá enn. Með stöðuprófum einnig létt á álagi við sundkennslu. Nemendur sem þarfnast meiri æfingar eða leiðsagna í sundi fá þannig meiri tíma með kennara og námið getur verið betur hannað fyrir þau. En ég geri mig grein fyrir því að þið í bæjarstjórn skipuleggið ekki námsáætlun grunnskólanna. Þessi menntamálaráðuneytið tekur þær ákvarðanir og skrifar þær reglugerðir sem skipa til nám grunnskóla. Það sem ég bið ykkur að íhuga að standa með ungmennum og vera sýnileg. Ég legg til að bæjarstjórn og ungmennaráð
Akraness vinni saman og skrifi bréf til yfirvalda menntamála og þrýsti á breytingar. Þetta hefur þegar verið ávarpað við menntamálaráðuneytið og aðilar hvatti þess að námskrá sundkennslu verði endurskoðuð. Salvör Nordal, umboðsmaður barna, sendi bréf árið 2001 þar sem hún gagnrýnir markmið og kröfur sundkennslu. Einnig gagnrýnir hún að kennslunni fylgi margvíslegar áskoranir fyrir viðkvæma hópa, til dæmis hinsegin börn, sem of oft bitni á velferð þeirra. Einnig talar hún óraunhæf markmið námskráarinnar sem eru ekki í samræmi við veruleikann. Á þessu má heyra að þessi tækifæri til að bæta sundkennslu hér á landi. Við samhentu átaki og þrýstingi á yfirvöld getum við stuðlað að því að það gerist. En sundkennsla var ekki það eina sem ég ætla að tala í dag. Einnig hefur verið bent á að umgengni og þrifnaður í Bjarnalaug ekki til fyrirmyndar. Bjarnalaug mikið notuð af skólabörnum. Þar sem skólasund Brekkubæjarskóla kennt þar og sundlaug notuð fyrir kennslu og námskeið í ungbarnasundi. Og því mikilvægt að hreinlæti, aðbúnaður og umgengni sé til fyrirmyndar. Ég vil því nefna það hér og biðja að bætt verði úr. Takk fyrir áheyrnina. Takk kærlega fyrir þessa ræðu, Eydís Glóð, og ég þakka öllum frummælendum fyrir góða yfirferð á þeim málum sem að þið vöktuð athygli á. Og áður en ég gef orðið laust þá ætla ég kannski bara svona að taka saman það sem að hefur verið farið yfir hérna. Sigurður ræddi líkamsræktarstöðin okkar sem að benti á hið augljósa sem að hún lítil, lélug og þröng. Og ræddi möguleika á að bæta þar úr og minntist einnig á höllina sem að líka ekkert leyndarmál að oft mjög köld og mjög kalt oft í höllinni. Og ræddi leiðir til þess að bæta þar úr, eða skildi kannski svolítið eftir þá spurningu fyrir bæjarfulltrúa. Sara Dís ræddi öryggi barna og fór yfir það hversu mikilvægt það að umhverfið okkar stuðli að öryggi, ræddi einnig tækni, menntun, andlega heilsu og allt þetta atriði sem að koma við öryggi barna. Og talaði meðal annars mikilvægi þess að starfsfólkið okkar sem við erum vissulega vel mönnuð í skólanum okkar og félagsmiðstöðum með gott og vel menntað starfsfólk, en þau þurfa auðvitað að hafa úrræðin líka. Gunnar ræddi leiktæki fyrir alla og mikilvægi þess að allir hafi aðgengi að leiksvæðum og leiktækjum, uppbyggingu þeirra og viðhald, með margar góðar og skemmtilegar hugmyndir aðstöðu til leiks og útivistar. Eva Júlíana ræddi samráð nám, mikilvægi þess að börn uppbyggi sig örugg og líði vel í skólanum og með tillögur að leiðum til þess að nemendur geti haft aukin áhrif á skipulag og inntak eigin náms. Arndís Elva talaði íþróttir og tómstundir, fjölbreyttari tómstundir fyrir ungmenni á Akranesi eins og íþróttagreinar, tómstundir, listnám og fleira. Hvatti okkur til þess að vera bara svolítið opin í hugsun og drífandi í því að opna á fleiri möguleika varðandi íþróttir og tómstundir. Sandra Björk ræddi ofbeldisforvarnir, sem auðvitað bara
gríðarlega mikilvægt mál og mjög gott að það skuli vera til umræðu hérna á þessu fundi. Talaði mikilvægi fræðslu og samstarfs, til dæmis foreldra og skóla, til þess að fyrirbyggja að einelti og ofbeldi eigi sér stað og ræddi meðal annars leiðir til að fá fleiri krakka til að mæta í félagsmiðstöðina og mér fannst svo flott setning þegar hún sagði að félagsmiðstöðin veri staður fyrir vináttu. Það tók sérstaklega eftir því. Eydís Glóð talaði aðstæður til sundiðkunar sem ekki nýtt umræðuefni hjá bæjarfulltrúum á þessu kjörtímabili. Hún benti líka á mál sem hefur oft verið til umræðu og verið til umræðu á ýmsum vettvangi sem skyldunám í sundi út allan grunnskólann og það er mjög gott að fá það mál kannski til umræðu hér þess að eins og hún bendir á þá eigum við auðvitað alveg að ræða þetta og hafa skoðanir á því hvernig við viljum hafa þessa hlut. Og með það hugmynd að það veri tekin stöðupróf árlega frá 8. bekk og vitnaði meðal annars í álit umboðsmanns barna markmið og kröfur í sundkennslu. Myndi síðan á umgengni í Bjarnalaug sem að eru þetta hluti sem við hljótum að vilja hafa í mjög góðu lagi. Bæta úr ef svo ekki. En þetta var svona stutt yfirferð yfir það sem hefur komið fram í þessum 7 framsöguræðum. Við tökum sem sagt öll máli til umræðu í einu og bæjarfulltrúar mega tala 1, 2 eða fleiri máli hvers eins sem koma upp. Og ég ætla bara að gefa orði laust. Einhver vill byrja á að grípa orðið og koma upp. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjör svo vel. Forseti, ungir og gamlir bæjarfulltrúar og gestir í sal. Þetta alltaf jafn skemmtilegur fundur en ég hugsa alltaf sama í hvert skipti. Þetta eini bæjarstjórnarfundurinn á árinu þar sem ég eiginlega svona 99,9% sammála frumælum. Alla hina fundina sitja og hristi hausinn veit miklu betur þetta. En þetta alltaf svona ákveðin vandi. Og en ég ætla að koma upp og ég ætla að byrja. Og ég ætla bara byrjaði að þakka fyrir allar ræðina. Þetta var allt mjög gott. En mér langar að aðeins að svara pælingum frá bæjarfulltrúa Sigurði Brynjarsyni. þar sem hann spurði hita í höllinni og hvað þarf að gera og hvort að með nýja húsinu, hvort það kæmi ykkur hiti. Þetta eins og með sundkestunni, ég held að þetta sé mál sem hefur alltaf komið upp allan að þau bæjarstjórn unga húsi sem ég hef setið. Það hitinn í höllinni og það kalt. En það sem þarf að gera, það þarf að einangra húsið. Það búið að kostnaðarmeta það og skoða og þetta eru í kringum 500 milljónir sem þarf að fara í, einangra þak og einangra gafla. Með nýja íþróttahúsinu þá gert ráð fyrir að nýta þar affall og innanskot. Þannig að það vissulega þessi bæjarstjórn svo síðasta hafa stefnt að því að fara í framkvæmdi við höllina. En þetta svo með annað, það svo hvar lendir það í röðinni. En ég held að það rétt hjá þér að það þyrfti að hita hana, en það má ekki vera ofeitt. Við getum séð bara, við getum farið í Fífuna og við getum farið í höllina í Reykjanesbæ. Það fínt hitastig, svo getur farið í Egilshöll og þú stiknar. Og þetta alltaf þessi millivegur, leikmenn sem spila, þeir vilja hafa frekar kalt, en við foreldrar sem sitjum í stúkunni, við viljum hafa þetta svolítið kósí. Þannig þessi millivegur, en sannarlega stendur til að fara í framkvæmdir þarna. En hvenær það verður, geti því bara miður ekki svara. Svo það bæjarfulltrúi Gunnar Heimi Ragnarsson. Skautasellið, frábær hugmynd.
Þegar ég var ungur þá vorum við alltaf að skauta hérna á Merkutúninu, á Skagastúninu sem í dag er Krónan og fleira. Og það er svolítið gaman að segja frá því að það kom á fund skipulags- og umhverfisráðherra daginn einkaaðili sem hefur hugað því að setja upp og fjármagna skautasvell á Merkutúni. Bara mjög stórt svell og það er í undirbúningi, það er í skoðun og ég veit ekki hvort það takist á þessum vetri, vonandi, en allan á þeim næsta og hugmyndin snýr þá að því að setja út dúk og svo sé náttúrunum að frysta og dúknum er svo rúllað upp að haustni að vori og geymdur á svæðinu í kassa og svo bara aftur út á hausti. Þannig að vonandi verður það eitthvað þessu vetri, allan á næsta. Svo er það þarna skólalóðirnar og leiktækin með þetta. Þegar við fórum þegar var tekið ákvörðun að fara í þessar gríðarlegu framkvæmdir við bæði Grundaskóla og Brekkubæjarskóla, þá eðlilega kannski fóru framkvæmdir skólalóðina, þá hægðist aðeins á þeim. Og ef við horfum á til dæmis bara skólalóðina og Grundaskóla, þá er náttúrulega stór hluta en undir bara í framkvæmdum. Núna vonandi þegar bara á næstu vikum að þá opnar aftur fyrir minnstu krakkana og þegar gámarnir fara, þá var allan umræðan á þann veg að það svæði yrði nýtt undir meðal annars sparkvöll eða eitthvað sambærilegt. Því að þar eru búin að fara í ákveðna grunnur. Það er búið að gera búða, en það er búið að kosta töluverð til þar sem þyrfti þá að fara í ef ætti að fara í þannig framkvæmdir. Þannig að vonandi bara nýtum það tækifæri og förum við frekar framkvæmdir. Það er búið að vera síðustu ár mikla framkvæmdir við skólalóðirnar og leikskólana og þó að sjáist kannski ekki oft mikið, þá eru gríðarlegir fjármunir bundnir í svona lóðum. Ein grunnskólalóð kostar í kringum 200 milljónir. Það ætlar að taka hann algjörlega í gegn. Einn kofi á leikskóla kostar bara í innkaupum á aðra milljón. Rólan, hjólastólarólan sem þú nefndir, bara frábær. Og eins líka hringekjan uppi Akrassel. Og auðvitað eigum við, ef við erum að taka þessi svæði okkar í gegn, þá eigum við að huga einmitt svona leiktæki. Það sem allir geta leikið sér í og maður sér það við Garðarsel og eins við Akrassel að það eru allir að leika í þessum leiktæki. Þetta er ekki leiktæki bara fyrir þá sem þurfa einmitt þessi leiktæki, það eru allir að leika og það leika allir saman. Og það er einmitt kannski svona það fallegasta við þessi leiktæki, það er að geta allir leikið. Þannig að svo langar mig aðeins að koma hérna inn á bara síðasta, núna, svo kem ég kannski aftur upp á eftir, það er sundiðkunin. Rétt eins og bæjarfulltrúi Eydís Glóð kom inn á að þá hefur þetta held ég verið til umræðu alltaf hérna, þessi sundkennsla og ég er allavega meira en til í að leggja mitt á vogarskálarnar ef við getum komið einhver áleiðis inn í ráðuneytið eða annað þetta sé tekið upp og skoðað. Þegar ég var í grunnskóla þá var ég í sundkennslu í Helga og það var einmitt þessi aðferð, það voru bara stöðupróf og þó að kannski þið trúið ekki í dag að þá var ég einu sinni ógeðslega góður í sundi þannig að mér gekk vel í stöðuprófinu en ég stuði það og þetta eru ákveðin vandamál sem fylgja bara sundi og það getur bara verið mikið stórt mál fyrir bæði stelpu og stráka ákveðnum aldri að fara í sund og eins og þú líka nefndir að þá bara einfölduðu kennsluna og þeir sem þurfa virkilega að fá aðstoð, þeir fá þá aðstoðuna. Hinir eru þá bara að gera eitthvað annað. Hinir getur þá bara verið einhverjum öðrum íþróttum eða eitthvað annað. Þannig að ég er tilbúin til að leggja mitt á vogarskálarnar. Takk fyrir. Takk fyrir, Ragnar B. Sæmundsson. Ég trúi því alveg að þú hafir einu sinni verið góður í sundi. Trúi því alveg að þú sést það ennþá. Eitthvað sem ég trúi því ekki, þá er ég alltaf ömurlegur í sundi. Ég hef aldrei sloppið í gegnum svona stöðupróf. Orðið er laust. Þannig, það er fulltrúi Jóna Margrét Sigmundsdóttir. Gjörðu svo vel.
ágætu bæjarfulltrúar, fyrirgefðu forseti, ágætu bæjarfulltrúar og ungir bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Mig langar bara til þess að koma hérna upp og þakka ungum bæjarfulltrúum fyrir frábær erindi og bara þakka kærlega fyrir hrósið í okkar garð. Hrósið okkur mikið sem að þýðir það að við erum svo sem á réttri leið með málefnin okkar og málefni bæjarins sem að snúa að öllu fólki hér í bæinn og öllum. Mér langar bara til þess að koma hér upp. Sko nú er Ragnar búinn að fara svona yfir að hluti kosta fullt af peningum og en það eru líka hluti sem að kosta lítið sem ekkert og hægt að laga með lítilli fyrirhöfn eins og kom fram í erindinu hjá henni Eydís Glóð til þessum Bjarnalaug. Það þarf ekki að kosta mikið að gera hreint og hafa snyrtilegt. Þannig að það mun allt verða tekið til skoðunar. Nú er ég með allt var að fundagerð uppi. En í máli Söru Dísar og Evu Júlíönu, það eru svona þættir sem er hægt að setja bara undir sama hattinn, þannig lagað. Þetta eru svona mál sem að skarast og nú erum við með að innleiða barnasáttmálann og barnvænt samfélag og svo höfum við samþykkt á síðasta ári í maí menntastefnu. Nærum hugann og hugsun stórt, það var samþykkt hér á bæjarstjórnarfundi í maí. Og varðandi forvarnirnar, þá bara þetta þessi vísa aldrei of oft kveðin og við eigum bara frábæra stofnanir og starfsfólk sem geta veitt þessu, sem að gegna bara mikilvægu hlutverki í að fræða fólkið, börn og foreldra og gera það af mikilli alúð. En ég er sammála með fræðsluerindi á haustfundum og fleiri erindi til foreldra. Það er eitthvað sem að mætti alveg gera betur. Síðan það varðandi öryggi barna. Hver var með það? Það var Sara, já. Við erum náttúrulega líka heppin að eiga foreldra og forráðamenn sem að sitja í foreldraráðum sem að er alveg duglega að benda okkur á og halda okkur á tánum varðandi öryggi barna varðandi öryggi barna nálægt leik- og grunnskólum og það er bara ómetanlegt að fá alltaf foreldrana til okkar á á fundi skóla- og frístundaráðs og koma til okkar tvisvar á ári sem við förum yfir þessi mál. Sigurður talaði um leiktæki. Ragnar er búinn að fara yfir fara vel yfir það, en frábært að hann minnist á sólina. Nú er sólin ennþá verið á lóð Brekkubæjarskóla, alla og örugglega enn. Og sem er bara frábært tækifæri þar sem að við getum passað upp á að allir hafi eitthvað og það var Gunnar. Fyrirgefðu. Afsakaðu Gunnar. En og ég bara man það þegar ég vann í Brekkubæjarskóla á sínum tíma, mér fannst þetta ótrúlega fallegt verkefni og sólin var notuð, svona raunverulega. Þarna voru börn sem að sóttu sér sem sagt, eru sýnileg og var hægt að sækja þau í leik. Íþróttir og tómstundir, það er náttúrulega líka mjög mikilvægt og það er líka unnið mikilvægt forvarnastarf. Þannig að það er gott að við eigum öflugt íþróttabandalag sem að býður upp á fullt af
alls konar íþróttum fyrir alla. En og við höfum verið í góðu bara samstarfi og samtali við íþróttabandalagið og höldum því áfram og ég alveg sammála. Það oft fólk að leita að einhverju öðru heldur en bara sparka í bolta eða kasta bolta í körfu eða vera í fimleikum eða sundi. En og við fögnum því alltaf þegar að koma einstaklingar sem eru með bjóða upp á annars konar námskeið og nýverið vorum við bara að samþykkja það hjálpa til með að standa fyrir myndlistanámskeið, löngu myndlistanámskeið. En þetta líka bara einstaklingsframtak og við fögnum því þegar að fólk kemur og vill gera vel við börn og ungmenni. Við erum náttúrulega heilsueflandi samfélag og við ættum að gera allt til þess að stuðla að bara bætti líðan með hreyfingu til dæmis. Og ræktin hefur verið nefnd og hún eins og bæjarfulltrúi eða forseti bæjarstjórnar sagði, við erum með litla og þrönga líkamsræktarstöðu. En það það vonandi bara hlýst okkur gæfa til þess að gera betur í þeim efnum. En og tómstundaframlagið, það hefur nú verið í mikilli endurskoðun hjá okkur og og það má alltaf taka það upp aftur, þá umræðu og gera betur. Að lokum þá langar mig líka að taka þátt í sundumræðunni og bara þakka Eydísi Glóð aftur fyrir þessa sundumræðu og þetta einmitt bara ekkert, þetta mál heyrði ég líka fyrir 2 árum síðan. En bara, þú veist, frábært að koma líka með tillögu að lausn varðandi það að sundskylda skuli ekki endilega vera felld niður, heldur bara að séu tekin stöðupróf. Og ég tek alveg undir með Valgarði auðvitað að vera sýnileg og ég veist bara ekkert galin hugmynd að bæjarstjórn og ungmennaráð setjist saman og sendi frá sér bara bréf til menntamálaráðuneytisins varðandi þetta. Og bara þannig að já, af því að þetta ungu fólki mjög hugleikið. En ég vil bara fyrst og fremst bara, mér finnst frábært að fá ábendingar og bara heyra hvað börnum og ungu fólki finnst bæinn sinn og þetta bara tækifæri fyrir okkur í bæjarstjórn og bara starfsfólk til þess að vanda okkur og hlusta vel og gera okkar besta til þess að öllum líði vel. Þannig að bara ég þakka ykkur kærlega fyrir erindin. Það gangi okkur öllum vel í framtíðinni með þessi mál. Takk fyrir bæjarfulltrúi Jóna Margrét Sigurðsdóttir. Næstur á mælendaskrá bæjarstjóri Haraldur Benediktsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti og bæjarfulltrúar yngri og eldri, ég vil ekki segja ungir og gamlir. Það sem rak mig upp í ræðustólinn var að fyrst og fremst að segja og þakka fyrir vel samdar og vel fluttar ræður sem eru fluttar í dag. Og trúið mér, ég er búinn að hlusta á margar ræður í lífinu og tekist alveg vera dómfær það að mér finnst þetta að vera einstaklega efnisríkar og góða ræður. Ég voru að hluta 7 ræður, efnisríkar, og mig langar til að ég renni nú grunn að það sem alla til ritaðar eða sem skrifaðar ræður, að við fáum að safna þeim saman og eiga hér hjá okkur og jafnvel taka þessa ræður og dreifa þeim síðan á viðeigandi ráð hér
bænum og taka upp úr þeim það sem að tilheyri hverju ráð fyrir sig. Nú veit ég ekki, forseti, hvort ég að brjóta mikið að reglum í þessum efnum, en þetta allt saman með málsnúmerum og þannig sett inn í málaskrá. En mér finnst efni þeirra, þær hugmyndir sem þarna koma fram, vera þeirri gerð að það rétt að ráðin ræði þau. Ég voru setta fram mjög margar góðar hugmyndir og trúið mér að þetta eru góðar hugmyndir, það kosta ekki alla mikla peninga, það kosta fyrirhöfn, það kosta kannski umræðu. Þannig að við látum ekki þráðið niður falla, en að fyrst og síðast að segja mjög góða ræður. Mér langar að bæta síðan við í lokin hvort að það sé ekki möguleiki á því að þeir ræðumenn sem hér hafa verið breyti þessum ræðum sínum í stuttar greinar og fái birtar í skessuhorni, því að mér finnst efni í þessum ræðum eiga erindi í miklu stærri hóps heldur en þeir sem að horfa á þennan fund og vera á þessum fundi, því að efni þeirra á líka bara fullt erindi í umræðunni í bæjarfélaginu. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarstjóri. Þetta er nú kannski bara svona að í tilefni af þessum orðum bæjarstjóra, bara svona fara yfir hvernig fundargáttin okkar virkar. Þegar ég kynnti inn málin hérna á fundinu, þá fylgdi ég alltaf upp málsnúmer sem að virkar kannski voða skrítið, en það að mál sé komið með málsnúmer, það þýðir það komið inn í málaskrá bæjarins. Öll þessi 7 mál eru komin inn í málaskrá bæjarins. Ræðurnar ykkar eru þar undir, þær eru inn í fundargáttinu okkar, þannig að við erum með þær. Og í kjölfar þessa fundar, eins og bæjarstjóri lagði til, og þá sem sagt verður málunum í rauninni bara deilt inn á ráðin, og þegar að mál er einu sinni komið inn í málaskrá bæjarins, þá fer það ekki þaðan út fyrr en að við erum búin að gera eitthvað. Þannig að það að þetta er komið inn, það eitt og sér er trygging á því að einhvers staðar í bæjarkerfinu, í fagráði, bæjarráði eða bæjarstjórn, þá verður að koma einhver niðurstaða í máli, einhver afgreiðsla. Að það verður pottþétt eitthvað gert með hvert einasta mál sem að komið er inn, hvort sem að það er já eða nei, skiljiði síðan á endanum. En þannig er allavega staðan, en ég tek undir orð bæjarstjóra með það að ræðurnar ykkar eru frábærar, innihaldsríkar og frábær hugmynd hjá bæjarstjóra að þær verði að greinum í skessuhorni. Það tek undir þá hvatningu. Næsta mælendaskrá er bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ungir sem aldnir, ég og aðrir sem áfum hlýða, góðir gestir í sal, bæjarstjóri. Ég ætla bara að byrja á að þakka ykkur fyrir frábærar framsögur. Ég ætla ekki að segja ykkur hvort að ég hafi verið sérstaklega góð eða léleg í sundi, en ég ætla samt að segja ykkur að ég var eins líka með inn borðið. Ég hef eftir að endurtaka þetta á öllum fundum, bæjarstjórnarfundum unga fólksins, en ég er stolt af því að ég flutti hérna ræðu þegar ég var aðmun minnir í 9. bekk í grundaskóla. Þá kom ég, það var enda ekki þetta hús hér, en það var það ekki risið, en það var mjög skemmtilegt og það sem er svolítið áhugavert við þetta, bara þannig að þið bara skiljið, við erum að hlusta á okkur, við erum að, við sitjum, við skrifum niður, við heyrum og við munum og erum að gera okkar besta í að framkvæma. Það er ekki svo langt síðan að það kom frábær hugmynd einmitt frá þessum sama fundi, þessum samskonar fyrr á kjörtímabilinu, þar sem talað var að lengja opnunartíma í sundlaugum og við höfum brugðist við því sem dæmi. Og við aðspaka alveg opið til 10 á kvöldin og þetta er hugmynd sem kom héðan á þessum vettvangi. Og þetta er nefnilega, mér finnst svo skemmtilegt að það farið á dýptina, en það líka alls konar beiðnir, tillögur, hugmyndir sem ekkert mikið mál að framkvæma. Ég er ekki að segja að það sé
ekkert mál að lengja sundlaug opnunartíma, en þið skiljið hvað ég er að menna. Þetta bara kannski eitthvað sem að ekki alltaf upp á svona í umræðunni og á borðum hjá okkur. Þannig að við erum að hlusta og ég hlakka til að segja frá Andri á næsta fundi hvað við erum búin að gera síðan. Það er ákveðin brýning fyrir okkur líka. Sigurður nefndi líkamsræktina okkar og ég er bara 150% sammála. Ég er 150% sammála sem íbúi og sem bæjarfulltrúi að við þurfum að gera eitthvað í þeim málum og verðum að vinna þar áfram. Það eru ákveðnar hugmyndir í skoðun og við bara verðum að bregðast þar við. Og hvað var það líka kuldan í höllinni? Það er gömul saga á ný og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson fór ágætlega yfir það. Mér finnst gott bæði ungu bæjarfulltrúarnir Sara, Eva og Sandra nefndu allar, voru aðeins inn á komin á andlegu heilsuna, komin á eineltisforvarnir. Þetta er það sem er bara til umræður í samfélaginu, og verður okkar stóra verkefni. Það var líka nefnt að við værum núna algjörlega brátengd netinu og við erum tengd allan daginn. Og við sem hér sitjum sem eldri bæjarfulltrúar, við þekkjum ekki þá áskorun. Við vorum algjörlega laus við hana þegar við vorum í grunnskóla og framhaldsskóla. Blessunarlega að mörgu leyti, en það eru líka tækifæri í því. Þannig að mér finnst mjög jákvætt hvað þið virðist vera vilju og svolítið að kalla eftir þessari fræðslu og frekari umræðu andlega heilsu. Og þar held ég að við getum aldrei gert nægjanlega mikið til að það og verður okkur stóra áskorun. Og það fannst mér gott. Ég hef ekki heyrt þetta áður í sambandi við sólina sem að ungur bæjarfulltrúi Gunnar Heimir nefndi. Mér finnst þetta bara algjörlega frábært og skildi ég það ekki rétt að þetta til staðar núna í Brekkubæjarskóla og einmitt kannski bara hefur mögulega komið til tals líka einhverjum tímapunkti í grundaskóla. Mér finnst þetta frábært hugmynd. Þannig að já, mér finnst bara að við erum búin að skrifa alls konar niður. Upplýsingamiðlun nefndi Arndís Elva. Við erum að gera alls konar, það eru alls konar námskeið í gangi og svolítið líka hvernig við komum því á framfæri sem ég fannst bara eitthvað sem við getum alltaf tekið til okkar og gert betur. Og já, þannig að ég held að ég vilji bara skilja við ykkur þannig að ég þakka ykkur fyrir hugrekki, þakka ykkur fyrir að koma og standa og brýna okkur og segja við okkur eldri bæjarfulltrúa að við höldum áfram að hlusta og framkvæma það sem þetta góða fólk er að tala um, eins og vel og við getum. Takk fyrir mig. Takk fyrir bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir og næst á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Sædís Alexía Sigurjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aldi, bæjarstjóri og gestir í sal, sem er ekki algengt. Aðrir sem kunna mögulega á okkur að hlýða. Eins og kannski allir bæjarfulltrúar sem hafa komið hérna upp byrja á, þá vil ég þakka ykkur öllum fyrir mjög góð erindi, flottar framsögur og á ykkar aldrei er ekki vissum að ég hafi kært til þess að standa hérna uppi og flytja svona flottar ræður eins og þið hafi gert hér í dag. En og ég held ég að nú líka rætt þetta á fyrri bæjarstjórnarfundum unga fólksins að ég vil eiginlega sjá meira, eða fá fleiri fundi yfir árið en þessa fundi sem við hefum haft nú þegar þar sem við getum tekið aðeins dýpri umræðu þessi málefni sem er komið þetta fram. Því að allt það sem búið verið í umræðinu hér hefur verið mjög gott og mjög þörf umræða og þið komið líka inn kannski með svolítið annan speil á lofti og láta okkur sjá svolítið aðra mynd og hjálpa okkur líka að forgangsraða því sem þið eru ykkar hagsmunir. Þannig að ég brýni kannski hópa við endurskoðum svolítið hvernig við vilja byggja þessu upp þennan samstarfsflöð bæði milli bæjarstjórnar og svo bæjarstjórnar unga fólksins. Nokkur atriði sem ég ætlaði svona að stikla á sem að fara yfir og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson svolítið stal orðanum mínum áðan, en það er allt í lagi, ég fyrirgefi honum það. En Sigurður Brynjarsson fór eftir líkamsræktarstöð og Akraneshöll. Tek heils hugar undir með því sem kom fram hjá bæjarfulltrúum og líkamsræktarstöðin er eitthvað sem við erum alveg með mjög ofarlega á forgangslista og viljum sjá
raungerast og verða mjög betra í okkar bæjarfélagi. Við erum heilsueflandi samfélag, við erum þekkt fyrir okkar íþróttastarf, þannig að þetta klárlega atriði sem við viljum lyfta upp. Kannski vandinn sem hefur verið hjá okkur náttúrulega núverandi aðstæða sem hjá okkur, af því að þeir sem myndu vilja koma og byggja upp líkamsræktarstöð á Akranesi vilja náttúrulega verið nálægt við sundlaugina líka. Þannig að það verið kannski smá áskorun fyrir sig, en vonandi erum við að sjá fyrir breytta tíma á komandi ári í þessu tengdu. Varðandi síðan Akraneshöllina, þá fór Bæjarfótur Ragnar B. Sæmundsson vel aðeins yfir þá framkvæmd og hvað þarfurinn var að gera og kostnaðinn því tengdu. Í núverandi fjárfestingu og framkvæmdaáætlun hjá okkur erum við náttúrulega með þetta á áætlun 2026. Við vitum náttúrulega ekki hvort við getum eitthvað breyst hjá okkur. Það sem við viljum fara í það að tryggja bæði að laga ytrabyrðið og uppbreyta. Þannig að vonandi helst sú áætlun óbreytt hjá okkur, þannig að við getum farið í þetta verkefni á næsta ári. Gunnar Heimir Ragnarsson, þú rættir aðeins leiktæki fyrir alla og bara takk fyrir þitt innlegg í þessu umræðu. Ég tek heils hugar undir það, sérstaklega sem við erum að stefna því að vera barnvænt samfélag og fjölskyldusamfélag. Það erum það og við erum alltaf að gera betur í þessum málaflokki. Hún nefndir Garðasel og leikvöllinn, bara tek undir það að þetta mjög vel heppnuð framkvæmd sem nýtist bæði fyrir Akranes og líka bara allt hverfið þarna í kring. Og við sjáum hvað við getum verið að gera betur annars staðar líka. Hoppubelginir, hjartanlega sammála að Garðalundur getur verið kjörin aðstaða til þess að bæta við hoppubelg þar. Við erum búin að setja þetta upp á jaðarspökkum og við erum á Merkutúni og þetta getur verið kannski kjörin næsta staðsetning. Kannski annað sem við langar að ræða sem til þessu, fórum 2023 af stað með verkefni sem kallast Okkar Akranes, þar sem við fengum mjög margar hugmyndir sem komu inn og íbúar kusu síðan það og eitt stærsta verkefni það sem hlaut mestu kosninguna var Merkutúni, eða ævintýra leikvöllin Merkutún og hugsunin þar var að byggja þar upp ævintýra leikvöll sem myndi vera fyrir bara alla til að koma og leika sér á. Það sem við höfum verið að gera núna í skipulags- og umhverfisráði að við erum búin að ljúka þá þessari hönnun á Merkutúni og uppbyggingunni, framtíðaruppbyggingu eins og við sjáum það fyrir okkur og vonandi náum við að hefja framkvæmdina þar 2026, mögulega fyrr ef við náum þessum viðsnúningi í rekstri bæjarins, en því miður þurftum við aðeins að setja það verkefni á pásu út af rekstrarlegum forsendum. En þannig að það alltaf nokkuð von að við myndum ná að hefja þá framkvæmd vonandi á árinu. Annars nefndir líka margt af öðrum verkefnum sem að ég sé alveg fyrir mér að við getum farið með líka inn í næsta Okkar Akranes. Við stefnum á því að gera það á þessu ári, erum búin að setja fjármagn til hliðar í það. Þannig að það getur verið sniðugt að ungmennar komi bara með hugmyndir líka inn í það verkefni. Þannig hvet ykkur eindregið til þess. Aðstæður til íþróttaiðkunar, Eydís Glóð, sessunautur minn hér í dag, fór aðeins yfir það og ég svona persónulega sem foreldri líka mjög þakklátt fyrir þetta erindi, af því ég á tvö ungmenni sem maður dílar með alveg við reglulega þegar kemur að áskorun varðandi sund, að þetta mjög viðkvæmur aldur og þetta ekkert endilega fyrir alla á þessum aldri að vilja fara í sund, sérstaklega þetta ekki kynjaskipt. Það líka önnur hlið á þessu máli. Og ég bara segja líka eins og búið komið hér fram að ég alveg reiðubúin í það að skrifa erindi til stjórnvalda til ráðuneytisins þess efnis að rýna í námskrá varðandi sundkennslu og endurskoða það. En að öðru leyti bara þakka við kærlega fyrir ykkar erindi og framsögu hér að búið slikla á mörgum atriðum hérna. En ég bara hlakka mikið til áframhaldandi samstarf og vona að þetta verði tækifæri að vera fleiri fyrir okkur að hlusta á okkur og vinna meira saman. Takk fyrir mig. Takk fyrir, bæjarfulltrúi sæti Salensía Sigurmundsdóttir. Næst á mælendaskrá bæjarfulltrúi Lífars og Skarðsdal. Gjörðu svo vel.
Forseti, bæjarfulltrúar, ungir sem aldnir og gestir í sal og aðrir sem á hliðan. Ég ætla bara líkt og forverum þeir sem komu hér á undan mér þakka kærlega fyrir þessi flottu erindi. Þetta skemmtilegasti bæjarstjórnarfundurinn á hverju ári. Núna fáum við að hlusta á ykkur, tala við okkur, segja okkur hvað þið viljið gera. Ég fæ að heyra þetta og í staðan fyrir að hlusta á samfélaga mína frasa sína milli fjárhagsáætlun og annað, þannig að þetta mjög skemmtilegt. Ég ætla ekki að fara yfir öll erindi. Þau voru öll ofsalega góð og bara mjög flott, frambærileg og tek undir það sem fyrirrennararnir mínir hafa sagt hér með að vel undirbúið og vel framsett. Ég ætla samt bara nokkuð. Og það var varðandi öryggi barna sem að Sara Dís og svo Sandra kom líka inn á og svo myndi ég líka segja að það hefði verið hjá henni Evu Júlíönu að það þetta með öryggi barna og gríðarstaðir barna og annað. Á þessum tímum sem við lifum í dag, eins og við vorum að ræða, að það eru allt öðruvísi aðstæður fyrir börn að alast upp í dag heldur var eins og bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir kom inn á. Við vorum ekki með þessar áskoranir sem þið lifið við alla daga. Það eins og ég segi, það er alltaf hægt að ná mann. Þegar ég var lítil þá var það nú bara þannig að ég kom heim úr skólanum og svo hljóp maður bara á milli og bara bankaði upp á og spurði hvort fólk geti verið menn, sko. Eða þá maður tók upp símann og hringdi og maður var ekki nógu heppinn að einhver væri heima til þess að svara, þá bara gat maður ekkert leikið. Þannig að þessi veruleiki sem að börn búa við í dag kannski svolítið öðruvísi heldur en okkar. Og það eitthvað sem við foreldrar og fullorðnir þurfum bara átt og grá og þurfum bara að hjálpa ykkur og hjálpa okkur bara að finna út úr. En það sem að stingur mig í þarna með öryggi barna, að það varðandi það að það hefur nú verið sagt að það þarf heilt þorp til að ala upp barn. Og ég held að það sé eitthvað sem við þurfum að minna okkur á daglega. Það mikilvægt að við umgöngumst hvert annað, hvort sem það eru vinir okkar, starfsfólk í skólunum okkar, eða bara fólk á förnum vegi, að við umgöngumst þau með samkennd og með kærleikann að leiðarljósi. Venjum okkur á, og nú ég ekki bara að tala við börnin okkar, nú ég að tala við okkur fullorðna fólki sem sitjum hér og vinnum saman, að venjum okkur kannski bara svolítið á að tala fallega og að virðingu við hvort annað, saman hver á í hlut. Við getum öll verið ósammála, en við getum alveg verið sammála það að það skipta allir jafn miklu máli og það eiga allir jafn mikið skilið að það sé á það hlusta. Og þetta þýstir kannski svolítið oft að berja ofan í fullorðið fólk. Skólinn, hann á vissulega að vera greiðarstaður og að koma til móts við alla. Og líka það sem kannski mikilvægt sem að þið hafið sagt og sem ég alveg hjartanlega sammála, að það að skólinn reynir ekki að setja öll börn í sama kassa. Því að við erum öll mismunandi og viljum mismunandi hluti og erum mismunandi góði í mismunandi hlutum. Stundum þarf líka bara aðeins að staldra við og hlusta. Það ótrúlegt hvað getur breytt miklu. Svo var það varðandi íþrótta- og tómstundastarfi sem Arndís Elva kom inn á og með að við getum verið sýnilegri. Ég sammála því. Það eiginlega sama hvað við gerum en þá getum við alltaf verið sýnilegri. Þannig að það spurning hvort að bærinn fari ekki bara að taka sér til og vera með TikTok-reikning eða eitthvað. Getum fengið einhver ungmenni til þess að stjórna því og bara kynna hvað í boði hjá bænum. Bara svona fínu hugmynd. Já, og varðandi sólina, hjartanlega sammála því. Þetta frábært. Ég hef haft og á börn sem eru í Brekkubæjarskóla og hafa þurft að nýta sér þessa sól og ég fyllist alltaf smá gleði þegar að Ólafía dóttir mín kemur heim og segir að hún hafi farið í sólina því hún hafi ekki haft neitt til að leika við og það voru fullt af krökkum sem komu til að biðja að leika við sig. Þannig að maður sér að þetta virkar, en þetta þarf að ýta undir. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Ég ætla ekki að fara að hreykja mér af sundferli mínum eða hversu góð ég var í sundri.
Ég reyndar var, ég var kannski aðeins öðruvísi. Ég var í ræðufélagi og tók þátt í ræðukeppnum og var þar liðsstjóri. Þannig að það er kannski það sem ég tek með mér inn í þetta starf. En bara takk enn og aftur og við hlökkum til að fá að heyra meira frá okkur. Takk fyrir, þetta er Líf og Skarðsdal. Orðið er laust, ef einhver vill stökkva til. Það er fulltrúi Kristinn Hall Sveinsson, gjörðu svo vel. Forseti, allir bæjarfulltrúar, Ármundur Sal, bæjarstjóri og aðrir sem er og þakka fyrir byrjaði ég að færa kveðju bæjarfulltrúa Einars Brandssonar sem lasin heima og komst ekki til mér hann byrjar að heilsa ykkur hann er örugglega að hlusta en óskum honum góðs bata þakka fyrir góðar ræður og skemmtilegar umræður þær. Ég ætla ekki að vera lengi í pontu af því að það er miklu að fara yfir mikið af þessu. Ég kannski byrjaði að taka fram að ég var orðinn syndur 4 ára. Mamma mín var sundkennari og ég var hann stefist sund 5 ára. Þannig að já, svona svo höldum því til hag. Bestur. Já, við bestur í sundi. Hér hafa verið mjög margar skemmtilegar ræður og góða brýningar fyrir okkur bæjarfulltrúa. Og það er bara aðdáunarvert að heyra einmitt svona fullbúnar og klárar hugmyndir og djúpar pælingar. Og ég þakka fyrir það. Eins og fram hefur komið þá fer flest af þessu einhvers staðar til umræðu og tekið saman inn í bæjarstjórn þannig að málum verður fylgt eftir. Mér langar að minnast til dæmis á ræðu Gunnars Heimis varðandi leikvelli í skólalóðir og hjólastóraróluna. Það er einmitt frábært þegar það er til leiktæki fyrir alla og hins vegar er jafn leiðinlegt þegar þau kannski lokuð af inn á leikskólum. Þannig að yfir daginn þá geta ekki allir notað. Þannig að það er mjög mikilvægt fyrir fólk að fjölga svona tækjum og skemmtilegum. Varðandi hoppbelgina og viðhalda þeim, þá er hoppbelgina líka svolítið okkar eign allra. Þannig að það er við þurfum svolítið að hjálpa stað að halda utan það oft er viðhaldið út af skemmdarverkum. Það er kannski hlutverk okkar sem samfélags að passa upp á dótið. Þannig að og mér finnst þessi sól og Brekkubæjar skólalóðinni frábær og svona tæki sem ekki tæki, bara svona staður sem einmitt krakkar geta farið og fundið félaga, frábær hugmynd. Og væri sniðugt að vera með á báðum skólalóðum. Ég og Júlían talaði bekkaþing þar sem nemendur koma skoðunum sínum og framfæri varðandi kennsluna. Mér finnst þetta mjög góð hugmynd og bara líka svona einhvers konar lýðræðisvakning, tölum saman og höfum áhrif. Það er frábært. Varðandi frístundastyrkinn sem Arndís talaði og halda hann til 20 ára, mér finnst það bara mjög sniðug hugmynd vegna þess að við vorum að breyta þessu núna og við vorum ekkert endilega alveg sammála það og mín skoðun á því er að það er ekkert allir krakkar sem að geta notað
tækin í tækjasalnum og og eru þá skorin af því að geta nýtt sér þá annars konar frístundir á þessum aldri. En við þurfum aðeins að horfa á þetta í stærra samhengi, það sem ég vil segja. Annars var búið að fara vel yfir svör varðandi flest annað. Varðandi Bjarnarlaugina sem kom fram í sundiðkum hjá Eydísi Glóð. Bjarnarlaugin er bara frábært hús og við þurfum að sýna því kannski betri sóma sem bæjarfélag og laga það til þannig að það nýtist okkur öllum og taka húsnæði í gegn og bæta aðstöðuna. Þetta er frábær laug fyrir alls konar þjónustu en það klefarnir eru vondir og það er erfitt að þú ert að fara fatlaður í laugina að það kannski að loka klefa á meðan. Við þurfum bara einmitt að taka þessa laug svolítið kostana og gera henni hærri undir höfði. Annars ætla ég ekki að hafa lengri ræðu. Ég bara þakka fyrir mjög flottar ræður. Ég er yfirleitt svona frekar stressaður ræðumaður, þannig að ég er bara mjög ánægður með hvað þið komist öll vel frá þessu, þannig að ég þakka fyrir. Takk fyrir, Beintur Kristinn Arnur Sveinsson og fleiri sem óska eftir að taka til máls. Orðið er laust allavega. Það er Guðmundur Ingvar Guðjónsson var að gera svo ekki. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og gestir. Byrja náttúrulega að óska ykkur til hamingju með þetta. Það var stórglæsilegt hjá okkur, frábært. Og mjög vel gert hjá okkur og mjög vel unnið og verður gaman að fá að vinna þessi mál áfram. Mörg af þessu eru auðvitað í vinnslu hjá okkur og hafa verið einhvern tíma, sumt eins og gefur að skilja hjá okkur að þá er fullt af málefni sem er í gangi þó að hinn almenni íbúi segir náttúrulega eins og það lítur út að við séum ekki að gera raskat en þá kemur fyrir að við gerum eitthvað og erum að reyna að funda og reyna að finna bestu lausnirnar og sumt má ekki koma út á við en að því að vera að vinna einhver málefni. Varandi til dæmis sviði hjá okkur sem að ég er formaður yfir að þá er þetta sérstaklega hallarmál sem er búið að vera lengi til umræðu og er mjög bagalegt að hvernig ástandið er. Það var náttúrulega aðalega kuldinn og auðvitað útlitið líka en það skal alveg koma hér fram að það er búið að gera kostnaðaráætlun eins og Ragnar Sæmundsson bæjarfulltrúi kom inn á áðan. Jafnframt er sambærileg höll á Reyðarfirði. Þar er verið að fara að byrja með hugmynd að einangra á nýstaflegan máta og við erum að vonast til að það gangi eftir vel og fljótt sem við getum þá nýtt okkur gæti sparað á mikla peninga. Við veitum að flest allt sem snýr að einhverjum framkvæmdum og gera eitthvað kostar oft peninga og því miður fyrir sveitarfélögin oft mikla peninga. En það er allt sem er í gangi og eins með ræktina að þá náttúrulega það svo sem aldrei ætlun heldinn eins sveitarfélags að sjá rekstur og rækt eins og er gert á Akranesi. Íþróttabandalagið gerði þetta áður en við svo sem hlupum undir bagga og það er alltaf samtöl í gangi hvað er besta leiðin og lausnin í því. Eins og komið áður með framkvæmdir á skólalóðum, við erum alltaf að reyna að betrumbæta og setja eins mikið af öðrum og við getum og að það vantar ekkert viljan. En alltaf snýst þetta, stoppar þetta á blessu öðrum hjá okkur, en það er verkefni sem við munum aldrei hætta að gera og munum við
vonandi að vita því að leita til ykkar, jafnsamt aðra í skólunum sem að nýta þetta hvað mest, hvað þessu bestu leiðirnar í þessu. Og það eins og þú komið áður með varðandi hoppabelgina, varðandi viðhald. Það mjög dapurt að það séu einhverjir, hvort sem það eru íbúar eða gestir sem að skemma eigur okkar, vegna þess að þetta eru bara peningar okkar sem verið að skemma eða henda og eyða óþörfu í kannski það sem skemmt, en þetta þarf alltaf viðhald. Og hefur komið svo umræða að setja svona hoppabelgu upp í skógrækt, en þá með mögulegum myndavéla eftirliti. Og eins þetta náttúrulega hefur það verið rætt, svo þið vitið að því að setja myndavélar á fleiri staði þar sem að eigur okkar eru, að því að við viljum náttúrulega bæði hugsa eigurnar og öryggi allra. En ég vil bara segja takk enn og aftur fyrir frábæra ræður og vel sett hjá okkur og áfram þið. Takk fyrir, fulltrúi Guðmundur Ingi Guðjónsson. Þá orðið laust að nýju ef einhver vill koma upp og bæta einhverju við. Það fulltrúi Ragnar G. Emil, gjörðu það. Forseti, fulltrúi Hannes Már Hlíðar. Ég get ekki verið þekktur fyrir að fara í gegnum heilan bæjarstjórnarfund og tala bara einu sinni. Ég ætla svo sem ekki að bæta neinu við. Það búið að fara hérna vel yfir allt. Það sem ég kannski gleymdi áðan var að bara þakka fyrir byrninguna. Mér langar líka bara aðeins til að brýna ykkur til þess að stoppa ekki hér, heldur halda áfram. Ykkar raddir skipta ótrúlega miklu máli og þið eru framtíð. Það eru kosningar 2026 og það eru kosningar 2030. Við tilheyrum bráðum fortíðinni, þið eru framtíð. Og það þarf raddir eins og ykkar fyrir samfélagið eins og Akraness til þess að halda áfram að blómstra. Þannig að ég bara hvet ykkur til þess að bara hugsa stórt, halda áfram, vera bara flott, stór höfður eins og þið eru í dag og bara þið getið allt sem ykkur langar til. Takk fyrir. Takk fyrir, fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Maður segir bara heyr. 100% undir þetta. Þeir eru fleiri sem óska eftir að taka til máls áður en að við ljúkum þessu fundi. Það enginn sem réttir upp hönd. Það allt í góðu. Mig langaði aðeins að Gjör svo vel að því. Forseti bæjarstjórnar og ágætu bæjarfulltrúar. Það var smá sem ég gleymdi að minnast á áðan og mér fannst fyndið að þú myndast á TikTok-reikning. Við höfðum rætt það var upp á gamaninn, það var gaman að sjá okkur. Og það var til dæmis hugmynd á barnaþinginu að krakkarnir vildu vita hvað í gangi, hvað þið eruð að, hvað þið með skipulag, hvað á planinu, og þá komum við til dæmis með uppstungu að þið myndi gera TikTok-reikning. Þá hugsuðum við að það fara að ráða aðra manneskju í starf. Þetta var smá veginn. En annars komum við með aðra hugmynd og það var að gera bara svona samskiptamiðla aðgang bara eins og Akraness kaupstaðs dæmið. Nema að gera það aðgengilegra fyrir þá unga fólkið, því að ég til dæmis var í svakalegum vandræðum að finna upplýsingar fyrir frístundastyrkinn. Ég þurfti að fletta gegnum þó nokkra hluti til að finna loksins. Þá finna það sem að þau geta spurt og fengið svarað hvað í gangi. Þið getið uppfært það sem þið eru með á planinu og dagskrá og þau geta komið með áminningu, heyrðu, þetta ekki að fara að gerast, en að verðlaun enda aldrei skítug, getur bara að þrjóða. Svo er það bara svona smá spurning,
og ég er ekki viss hvort það sé gert hérna því ég er nú ekki skagamaður. Til dæmis í Borgarnesi þá var gert börnum, að segja frá 10 ára, 10 til 18, 10 til 15, að þau fá frítt í sundarækt. Af hverju er það ekki gert hér, eða er það gert hér, ég veit það ekki. Og er möguleiki að það sé hægt að gera það en það er ekki nú þegar. Eins og ég sagði þá mjög erfitt að finna upplýsingar á netinu um það. Af því þau gætu verið að nota þá frístundastyrkinn sinn í fiðlunám í staðan fyrir mætiræktina. Já, það er ekki, þau hafa mikið alltaf börnum. Takk kærlega fyrir þetta, fulltrúi Arndís Elva. Fleiri sem óska eftir að taka til máls, fulltrúi Líós og Skarðsdal, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir smá hliða. Ég held að börnum mín eigi ekki eftir að trúa mér þegar ég kem heim og segi það að ég hafi stungið upp á TikTok-rengi. Þau eru eftir að hlæja mikið að því, þeim var eftir að finnast það. Ég allavega eftir að biðja mig að vera ekki með þann reikning. En ég get alveg upplýst það hér í beinni, ég hef ekki hugsað mér það. Kann ekki mikið á TikTok. En varðandi sundið, það er frítt í sund fyrir öll börn á Akranesi til 18 ára aldurs. Eitt af því sem við getum verið virkilega stolt af. Eins og áður hefur komið fram að þá er náttúrulega frá, vorum við ekki að tala 16 til 18 ára að hafa frítt í rektina. En svo það náttúrulega þannig að það eru svo mörg börn sem eru að æfa íþróttir á Akranesi. Þá hefur verið aðgangur að rækt þegar þú ert komin upp á ákveðinn aldur. Ég ætla ekki að segja hvað það er hátt, ég bara manna ekki. En annars held ég þetta með TikTok, ég held að við ætlum bara að halda þessu til streitu og bara vera svolítið duglegir, bara hugsa bara svolítið, vera með svolítið opinn huga og gera þetta svolítið öðruvísi. Því að það er gaman þegar að börn og unglingar hafa áhuga á því sem við erum að gera. Og það er náttúrulega að gera að við verðum aðgengilegri og sýnilegri. Og ég ætla alveg að vera sammála því, við ætlum ekki að fá fullorðið fólk í þetta, bara alls ekki. Og það er bara hægt að vera með eitthvað svona bara starfsnám eða eitthvað, við hljópum að finna leiðir, þetta er alveg örugglega hægt. Og sammála með heimasíðuna hjá Akranesi, hún mætti vera töluvert mikið betri. Ég er vel tölvulæs en ég á mjög erfitt með að leita upplýsingum á þessari netsíðu. Þannig að, góð hugmynd, takk. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Líós og Skarðsdal. Ég tek undir það að Arndís Elva komst eiginlega með alveg að minnsta kosti eitt alveg nýtt mál eða nýja ábendingu til okkar sem er þetta með hvað er erfitt að finna upplýsingar á heimasíðunni okkar. Mér finnst þetta bara að vera mjög mikilvæg ábending. Þetta sem við verðum að taka alvarlega og fara vel í gegnum og við vitum það alveg að heimasíðan okkar er orðið gömul og gamaldags og þarfnast lagfæringar. Þetta er bara góð ábending og eitthvað sem ég held að við verðum að gera. Fleiri sem óska eftir að taka til máls? Ekki allir í einu. Að fara engar hendur á loft, þannig að ég meta þannig að umræðu sé lokið á þessum fundi. Við langar aðeins bara í restina að minnast á eitt sem í framhaldi af ræðu bæjarfulltrúar Freydísar Alexíu áðan, þar sem hún ræddi mikilvægi þess að við töluðum meira saman og oftar en bara þennan eina fund á ári. Þá bara vil ég kannski minna ráðin og þá kannski sérstaklega formenn ráðana hjá Akraneskaupstað á það að ungmennaráð er alltaf til staðar og er alltaf virkt. Þetta er formlegt ráðgefandi ráð hjá Akraneskaupstað og ég vil bara beina því til formanna ráðana, kannski bara megum við vera duglegri við það að senda mál til ungmennaráðsins
til þess að fá þeirra sýn og þeirra ráðgjöf það hvað við eigum að gera. Þess að við erum bara oft með alls konar mál til vinnslu í ráðum bæjarins sem að snerta líf íbúa bæjarins á ýmsa vegu og hvort sem að það eru eldri eða yngri og þá hefur ungmennaráðið bara oft eitthvað gott til hlutana að leggja. Þetta er þau mál sem að við erum með í vinnslu. Þetta er bara eitthvað sem að við megum bara vera kannski svolítið meira vakandi yfir og duglegri við. En ég vil bara að lokum þakka bæjarfulltrúum fyrir frábærar ræður, frábærar umræður og núna í framhaldi af þessu fundi, eins og ég sagði áðan, fara málin ykkar áfram til umræðu inn í ráðum og nefndum bæjarins og vonandi tekst okkur að vinna sem allra best úr þessum mörgu góðu ábendingum og hugmyndum sem að hér hafa komið fram. Þar með segi ég 23. bæjarstjórnarfundi unga fólksins á Akranesi slitið.